Opinberunarbók Jóhannesar, 1. kafli. Opinberun Jesú Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Jesús Kristur sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú Krists allt það hann sá. Sæll sá les þessi spádómsorð og sælir eru þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað, því að tíminn í nánd. Frá Jóhannesi til safnaðana 7 í Asíu. Náð sé með yður og friður frá honum sem og var og kemur og frá öndunum 7 sem eru frammi fyrir hásæti hans og frá Jesú Kristi sem votturinn trúi, frumburður upprisunnar frá dauðum, höfðinginn yfir konungum jarðar. Hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Og hann gerði oss að konungum og prestum, Guði sínum og föður til handa. Hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeirra sem stungu hann, og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Ég alfa og omega, hann sem og var og kemur, hinn alvaldi, segir Drottinn Guð. Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á enni Patmos, sakir Guðs orðs og vitnisburðarins Jesú. Ég var hrifinn í anda á Drottins degi og heyrði að baki mér raustmikla sem lúðurgilli sagði: Rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnuðunum 7 í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þíatíru, Sardes, Fíladelfíu og Laodíkeu. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og ég sneri mér við, sá ég 7 gull-ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannssyni, klæddan skósíðum kirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsofni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hann hafði í hægri hendi sér 7 stjörnur og beitt tvíeggjað sverð gekk út af munni hans og ásjóna hans skein sem sólin í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði: Vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Rita þú nú það þú sérð, bæði það sem og það sem verður eftir þetta. Þessi leyndardómurinn stjörnurnar 7 sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gullstikurnar 7. Stjörnurnar 7 eru englar þeirra 7 safnaða og ljósastikurnar 7 eru söfnuðirnir 7. Opinberunarbókin, 2. kafli. Engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita: Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstiknanna 7. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula en eru það ekki, og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og hefur þolað mikið vegna mín og ekki gefist upp. En það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleik.
Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað, sjáðu að þér og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þína úr stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikólaítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Engli safnaðarins í Smyrnu skaltu rita: Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert hrakyrtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að reyna yður og þér munuð þola þrengingu í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Engli safnaðarins í Pergamos skaltu rita: Þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og beitta. Ég veit að þú býrð þar sem hásæti Satans er. Samt hefur þú verið mér trúr og ekki afneitað trúnni á mig, jafnvel ekki á dögum Antipasar, míns trúa vottar sem deyddur var hjá yður þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neittu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikólaíta. Sjá því að þér. Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin ritað nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá við tekur. Engli safnaðarins í Þíatýru skaltu rita: Þetta segir sonur Guðs sem augu hefur eins og eldsloga og fætur líka glómálmi. Ég þekki verkin þín, elsku þín á trú, þjónustu þín á þolgæði og veit að hinn síðari verk þín eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér, að þú líður Jezabel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónum mínum, afvegaleiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helgað skurðgoðum. Ég hef gefið henni frest til þess að hún sjái að sér, en hún vill ekki bæta ráð sitt og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sóttarsæng og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir iðrast ekki og snúa baki við henni. Og áhangendur hennar mun ég deyða og allir söfnuðirnir skulu vita að ég sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gjalda yður hverju og einu eftir verkum yðar. En yður hinum í Þíatýru sem hafið ekki fyllt kenningu þessari og þekkið ekki það sem þeir nefna djúp Satans, segi ég, aðra byrði legg ég eigi á yður. En haldið fast við það sem þér hafið þangað til ég kem. Þeim sigrar og varðveitir allt til enda það sem ég geri og kenni, mun ég gefa sama vald yfir þjóðunum sem Faðirinn gaf mér. Og hann mun stjórna þeim með járnsprota og móla þær eins og leirker eru móluð. Og ég mun gefa honum
morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Opinberunarbókin, 3. kafli. Engli safnaðarins í Sardes skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda Guðs, stjörnurnar 7. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til, en ert samt dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Minnst þú þess sem þú hefur numið og heyrt og varðveit það og bæt ráð þitt. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverri stundu ég kem yfir þig. En þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín og þau munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þau eru makleg. Sá sigrar skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans frammi fyrir föður mínum og englum hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðarins í Fíladelfíu skaltu rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir og læsir svo að enginn lýkur upp. Ég þekki verkin þín. Ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt, en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Ég skal láta lygarana af samkundu Satans sem segjast vera gyðingar en eru það ekki, koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðveitt orð mitt þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslustund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þau sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að máttarstólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, hinnar nýju Jerúsalem, kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafnið mitt, hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Engli safnaðarins í Laodíkeu skaltu rita. Þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín, þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir annað hvort kaldur eða heitur, en að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til þess að þú getir hulið skammarlega nekt þína. Kauptu líka smyrsl á augu þín til þess að þú getur séð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska. Legg þú því allt kapp á að bæta ráð þitt. Ég stend við dyrnar og knýja á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.
Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Opinberunarbókin, 4. kafli. Eftir þetta sá ég og sjá, opnar dyr á himninum og röstin sem hljómaði sem lúðurgilli og ég hafði heyrt áður, sagði við mig: Stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifinn í anda. Þar stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspissteini og sardissteini og regnbogi var kringum hásætið sem smaragður á að sjá. Umhverfis hásætið voru 24 hásæti. Í þeim sátu 24 öldungar, skrýddir hvítum klæðum og voru gullkórónur á höfðum þeirra. Út frá hásætinu gengu eldingar, dönur og þrumur og 7 eldblís brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir 7 andar Guðs. Og frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru 4 verur alsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, 3. veran hafði ásjónu sem maður og 4. veran var lík fljúandi erni. Verurnar 4 höfðu hver sig 6 vængi og voru alsettar augum, allt kring og að innanverðu. Dag og nótt syngja þær án afláts: Heilagur, 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 Drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og kemur. Þegar verurnar vegsama, heiðra og þakka honum sem í hásætinu situr og lifir aldir alda, þá falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbiðja hann sem lifir aldir alda og varpa kórónum sínum niður fyrir hásætinu og segja: Verður ert þú, Drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Opinberunarbókin, 5. kafli. Í hægri hendi hans í hásætinu satt, sá ég bók sem ritað var á báðum megin og innsiglaða 7 innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röddu: Hver þess verður að ljúka upp bókinni og rjúfa innsigli hennar? En enginn var sá á himni eða jörðu eða undir jörðunni sem lokið gæti upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum af því að enginn reyndist maklegur að ljúka henni upp og líta í hana. En einn af öldungunum segir við mig: Grát þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl, rótarkvistur Davíðs. Hann getur lokið upp bókinni og rofið innsigli hennar 7. Þá sá ég lamb sem virtist hafa verið slátrað standa fyrir miðju hásætinu milli veranna 4 og öldungana. Það hafði 7 horn og 7 augu og eru það 7 andar Guðs sem eru sendir út alla jörðina. Lambið kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans í hásætinu satt. Þegar það hafði tekið við henni, féllu verurnar 4 og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lambinu. Þeir höfðu hver sig hörpu og héldu á gullskálum fullum af reykelsi. Það eru bænir hinna heilögu. Og þeir sungu nýjan söng: Verður ert þú að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar, því að þér var slátrað og með blóði þínu keyptir þú Guði til handa menn af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð.
Þú gerðir þá að konungum og prestum Guði vorum til handa, og þeir munu ríkja á jörðunni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringinn í kringum hásætið og verurnar og öldungana, og tala þeirra var 10.000, 10.000 og 1.000. Þeir sögðu með hárri röddu: Maklegt lambið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Þá heyrði ég að allt sem skapað á himni og jörðu, undir jörðunni og á hafinu, og allt sem í þeim tók undir og sagði: Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lof og heiður, dýrð og kraftur aldir alda. Og verurnar 4 sögðu: Amen, og öldungarnir féllu fram og tilbáðu. Opinberunarbókin 7. kafli. Og ég sá lambið rauð hið fyrsta af innsiglunum 7, og ég heyrði eina af verunum 4 segja með þrumuraust: Kom! Ég leit upp og sjá, hvítur hestur. Sá sem á honum satt hélt á boga, og honum var fengin kóróna, og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Þegar lambið rauf annað innsiglið heyrði ég aðra veruna segja: Kom! Þá gekk út annar hestur rauður. Þeim sem á honum satt var fengið sverð mikið og gefið vald að taka burt friðinn af jörðunni til þess að menn brytjuðu hverjir aðra niður. Þegar lambið rauf 3. innsiglið heyrði ég 3. veruna segja: Kom! Ég leit upp og sjá, svartur hestur, og sá á honum satt hafði vogarskálar í hendi sér. Og ég heyrði rödd koma frá verunum 4 sagði: Mælir hveitis fyrir daglaun og 3 mælar byggs fyrir daglaun, en eigi skalt þú spilla olíunni og víninu. Þegar lambið rauf 4. innsiglið heyrði ég rödd 4. verunar sagði: Kom! Og ég leit upp og sjá, bleikur hestur, og sá á honum satt hét Dauði, og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir 4. hluta jarðarinnar og áttu að deyða mennina í styrjöldum, í hungursneið og drepsóttum, og láta menn farast fyrir villidýrum jarðarinnar. Þegar lambið rauf 5. innsiglið sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið sakir Guðs orðs og vitnisburðarins sem þeir höfðu borið. Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu: Hversu lengi skal bíða þess, þú alvaldur, heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúum jarðar? Og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikkja. Og þeim var sagt að þeir skyldu enn hvílast litla hríð, þangað til trúsystkinn þeirra sem þjónuðu Guði eins og þeir fylltu töluna. Þau áttu að deyðast eins og þeir. Og ég sá lambið rauf 7. innsiglið að mikill landskjálfti varð, og sólin varð svört sem hærusekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman, og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Konungar jarðarinnar, höfðingjar og herforingjar, auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana: Hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins.
Hinn mikli dagur kominn þegar sá sem í hásætinu situr og lambið birta reiði sína og hver mun þá geta staðist. Opinberunarbókin, 7. kafli. Eftir þetta sá ég 4 engla stóðu á 4 skautum jarðarinnar. Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar svo að vindur næði hvorki að blása yfir jörðina né hafið né yfir nokkur tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englanna 4 sem fengið höfðu vald til að granda jörðunni og hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðunni mein og ekki heldur hafinu né trjánum þar til vér höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og ég heyrði hve margir menn höfðu verið merktir innsigli Guðs. 144.000 voru merktar innsigli af öllum ættkvíslum Ísraelsmanna. Af Júda ættkvísl voru 12.000 merkt innsigli, af Rúbens ættkvísl 12.000, af Gaðs ættkvísl 12.000, af Assers ættkvísl 12.000, af Naftali ættkvísl 12.000, af Manasse ættkvísl 12.000, af Símeons ættkvísl 12.000, af Leví ættkvísl 12.000, af Ísakars ættkvísl 12.000, af Sebúlons ættkvísl 12.000, af Jósefs ættkvísl 12.000, af Benjamíns ættkvísl 12.000 menn merktir innsigli. Eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýddur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Og hann hrópaði hárri röddu: Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar 4. Og þeir féllu fram fyrir hásætinu á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu: Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig: Hverjir eru þessir menn sem skrýddir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann: Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvítþvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans, og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungra né þyrsta framar og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur breiskja vinna þeim mein. Því að lambið sem fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins, og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra.